Góðan daginn, Pétur Ásmundsson heiti ég. Ég heiti Björn. Og við ætlum að kynna fyrir ykkur lokaverkinu okkar sem smíðið á þótturhreyfli. Hugmyndin svo að smíða þótturhreyfil úr vörubílatúrbínu sem festir svo aftan á pallbíl og eykur það af plans. En hreyfillinn virkar þannig að þetta fyllt af gasi og svo dælir við túrbínan á lofti hérna inni í þetta líka og svo kveikt í sem snýr svo hérna og aflið kemur út hérna. En innblásturinn tókum við á Colin Firth myndbandi þar sem hann að smíða grill úr svipuðum hreyfli. Einnig tókum við innblástur úr vélfræðiáfanga þar sem Sævar Páll talaði mikið alls konar þótturhreyfla og þar meðal annars turbojet sem það sem við ákváðum að smíða. En markmið verkefnisins að smíða lokaverkni sem við getum verið stoltir að og einnig að auka þekkingu og færni okkar á ýmsum sviðum sem við höfum minna átt við. Líkt við riðfélagsmíði og hönnun kerfa frá grunni svo sem smurolíukerfi, gaskerfi og rafkerfi. Og við teljum okkur hafa bætt okkur í þessu. Við byrjum á því að finna okkur túrbínu. Það þyrfti að gerast fyrst vegna þess að allir útreikningar á brunaholi byggjast á þvermál á kölduhlið túrbínunnar. Þannig að við fórum í kraftbíla og þeir áttu túrbínu úr Volvo FL 280 vörubíl. Það var nákvæmlega sem við vorum að leita eftir og það ekki skemmti fyrir að við fengum hana gefins sem við viljum þakka kærlega fyrir. Þá þegar túrbínan var komin gátum við byrjað að reikna stærð á íhlutum og smíða. Það var ákveðið að hafa alla íhluti nema grindina úr ryðfríu efni upp á lokkið og hitaþol. Í verkefninu eru 5 íhlutir sem það að smíða. Það brunahol, brunarör, gasbrennari, loftrör og svo grind til þess að festa hreyfillan á og hún úr svörtu stáli. Það ryðfría var soðið saman með tixuðu og við notuðum mixuðu og pinna við grindina. Samsetningin á öllum þessum íhlutum var mun flóknari en við áttum von á. Til dæmis það að láta loftröru passa á brunahólið, þannig að við þurftum þá að hita beygja loftrörið eftir að var soðið saman til þess að koma réttum halla á brunahólið. Annað sem við komumst að var að ryðfríir boltar og rær eiga til að vera viðkvæmir og leðrir. Þeir eiga það til að slíta gengjum og eftir að við uppgötvuðum þetta gerðum við okkar besta að herða og losa rólega og að smyrja þá þegar tækifæri gafst. Brunahólið var svo fest á afgasfransnum með ryðfríum boltum og loftrörið fest á úttak á köldliðs túrbínunar með vaffbandklemmu. Það þyrfti svo að festa samsettarhreyfillinn við eitthvað. Lausnin sem okkur datt í hug var að smíða 2 hæða grind sem ætti vera að bolta við pallinn á Ford Rangerinn hans Péturs. Hreyfillinn sjálfur var festur við grindina með því að nýta bolta og rær sem voru nú þegar á hreyflum og við festum þá á grindina. Já, það eru alls konar kerfi sem þarf til að halda svona hreyfli gangandi. En þegar við fórum að hugsa smurolíukerfið þá höfðum við þá ofarlega í hug að í myndbandinu hjá Colin Firth þá fóru olíuþéttingarnar í túrbínunni hans og við töldum það vera vegna þess að það var ekki nógu góð öndun á smurolíutáknum og olíudrenið á túrbínunni var of langt frá smurolíutáknum. Svo við ætlum að laga þetta með að hafa betri öndun og hafa olíudrenið á túrbínunni beint fyrir ofan tankinn svo að olían læki bara strax frá í tankinn. En síðan fórum við í straumrás og keyptum okkur 24 V tannhjóladælu til að dæla smurolíunni okkar sem var kjörinn í þetta kerfi. Smurþrýstingurinn var 3–4 bar en þegar olían hitnaði lækkaði hann aðeins niður í 1,5–2 sem kjörið. Gaskerfið mjög einfalt. Við erum með 1 gaskút og 1 gaskúluloka sem við notum sem innkjöf. En þegar við reyndum að setja hreyfilinn í gang þá fengum við ekki nógu háan þrýsting úr kútnum og svo við tókum þrýstimingarinn af og notum rör úr honum til að festa slönguna á kútinn. Það þurfti að renna rörið aðeins niður til að koma slöngunni upp á. Rafkerfið hins vegar, það tvíþætt. Það annars vegar 12 V kerfið fyrir kertið og hins vegar 24 V kerfið fyrir dæluna. En það þýddi að við þurftum að vera með 3 rafgema
tvo fyrir dæluna sem við raðtengdum til þess að ná fram 24 voltum og annan fyrir kertið, sem var ekki upprunalega planið, en það svo sem ágætt að hafa smurolíudæluna á sér rafgeymum, öryggi og svo framvegis. Við notum háspennukepli úr Volvo Laplander sem fær að hvíla sig aðeins lengur til þess að fá neyslu af kerti. Já, svo var það tilraun til gangsetningar. Við undirbúning við gangsetningu hugsuðum við að hreyfillinn þurfti mikið loft, það þurfti háan þrýsting á gasinu og það að túrbínhjólið þurfti að ná góðan hraða. Okkar lausn við þessu var að kaupa 20 volta laufablásara úr húsasmiðjunni til þess að auka loftflæði og magn og svo tókum við þrýstireglunni í sundur eins og áður var nefnt og svo settum við 1 lítur af smurolíu inn á kerfið, það 530 eins og framleiðendur voru að mæla með. Og við dæluðum henni gegnum kerfið til þess að lofttæma og hringrás olíuna. Til þess að byrja tilraunina notum við bara laufablásara til þess að snúa hjólið. Það reyndist ekki snúa hjólið nógu hratt en hins vegar var loftmagnið nóg. Annað sem við tókum eftir var að kertið gaf veika nesta sem ekki var nægilegur til þess að kveikja í gasinu. Lausnin okkar við þessu var að taka kertið úr og stinga brennari í staðinn. Þetta fór að ganga fyrst þegar við pröfum að snúa túrbínhjólið með högglykil og þá fór hún að ganga með hjálpi laufablásarans. Svona niðurstaðan okkur frá þessari tilraun var að til þess að láta hana ganga án hjálps frá laufablásara hugsuðum við að þurfti að láta hjólið snúa mun hraðari og svo þurfti aðeins að fínstilla súrefnis- og gasblönduna. Svo fylgir myndband hér. Takk fyrir okkur.